Með fjölgun ferðamanna hefur matsölustöðum á Akureyri fjölgað jafnt og þétt. Sagan á bakvið velgengni skyndibitastaðarins Lemon á Akureyri er lítið ævintýri. Núna eru Lemon-staðirnir 2 við Glerárgötu og nú í miðbænum. Við fórum út að borða í Reykjavík 2017. Það sem ég var í sjómannaverkfalli var nægan tíma. Og þá smakkaði ég Lemon í fyrsta skipti og já. Þú skildi ekkert í því að þetta var ekki Akureyri. En var það þá sem sagt bara sjómannaverkfallið sem þið þekkið þetta? Já, stórum hluta. Já, það held ég. Það hefur náttúrulega alltaf verið með smá hugmynd í kollinu, en þarna fekk maður tíman og nægan tíma. Þetta stóð nú í nokkra mánuði. Þannig að boltinn fór alltaf að rúlla, en hefur aldrei farið að rúlla svona ef að þú hefur verið áfram? Nei, maður fekk tíman í þetta þarna og keyrði þetta í rauninni bara á fullt. En það tók ekki nema það bil mánuð frá að við sátum það inn að borða, þangað til að við vorum búin að skrifa undir samning við þau fyrir í Reykjavík, keðjuna, leyfið hér á Akureyri. En þið sem sagt, fengu þessa hugmynd og hlutirnir gerðust hratt, ykkur óraði nú ekki fyrir þessu væntanlega? Nei, alls ekki. Heldur betur ekki. Það var bara, við heldum að til dæmis við erum lengi að finna húsnæði, svo bara æxlaðist það ótrúlega hratt að við duttum inn á þetta húsnæði í Glerárgötunni. Og þá fór þetta bara allt af stað. Hverjar voru viðtökurnar fyrst? Það voru mjög góðar og bara vonum framar. Við vorum búin að gera okkur svona áætlanir hvernig við vildum sjá þetta sko og hver draumurum væri og við fórum bara strax í draumaáætlanina. Þannig að það voru við líka fljótt að fara að hugsa að koma okkur í miðbæinn. Hvað sögðu vinirnir þegar þið sögðu frá þessu fyrst? Sko það nú hlegið að mér að því ég ekki þekkt fyrir að vera mikil matreiðslu áhugamaður. En það bara, já þeim fannst þetta alveg góð hugmynd, þau voru samt alveg pínu svona þorið í þessu. En veitingastæðurinn á Akureyri var oft svolítið sagt sko. En, nei, við bara, ég held að allir séu bara sjáu alveg að þetta að virka, þannig að það efast enginn í dag. Ja, enda eftirspurnin bara eftir hollum skyndibita orðin mjög mikil á Akureyri. En hvers konar staður Lemon? Já, við framleiðum aðalega ferskar samlokur og safaríka djúsa, allt unnið úr nýju hráefni sem kemur hérna í hús daglega til okkar. Og það held ég það sem að skili því að fólk líki þetta og komi alltaf aftur og aftur. Þetta ekki bara hollt, þetta líka gott. Já. Ég held að það sé, fólk ekki bara að borða þetta hollt. En þið segið að þið fáið sem sagt hráefni daglega þannig að þetta alltaf ferskt. Já, þetta kemur alltaf ferskt á hverjum degi nema á sunnudum eðlilega en það samt myndið teljast nokkuð ferskt. Já. En hverjir eru það sem að koma til ykkar og versla? Það bara rosalega breiður hópur og fáum þessa spurningu rosalega oft en þetta bara, markhópurinn eins árs til 100 ára sko, það ekkert þetta einhvern veginn dreifist, við heldum að þetta væri kannski meira unga fólkið, en það bara alls ekki þannig. Þetta bara allir. Kom ykkur það á óvart? Já, mjög. Við heldum að þetta eins og sem hún sagði, bara fólk á aldrinum 16 til 30 og það svona, það þannig stemningin inni, tónlistin og annað, en það ekki hægt að segja hvar okkar markhópur liggur. En skyndibitastaður, skyndibiti, hann hefur svolítið svona orð á sér eða hvað fyrir að vera svona, ég nánast bara óhollusta. Já, maður sjálfur alltaf tengir þetta oft við svona skyndibita, sé eitthvað djúpsteikt og feitt, sko, en þetta að breytast og eins og Reykjavík náttúrulega fullt af skyndibitastöðum sem salatstaðir og sem með fókusin á hollustu. Og hraðaþjónustu, já. Þannig að þetta skyndibitastaður en maður það bara fara að tengja núna að það á líka við hollt. En þeir eru núna þá komin á 2 staði í bænum, það ekki of mikið? Nei, við teljum ekki. Eftirspurnin var þannig og það var það mikið að gera hjá okkur á Glerárgötunni að og fólk var mikið að spyrja þetta. Fólk sem vinnur hérna í miðbænum, sem kemst hvorki helst ekki hádeginu sinni, það þekki allir hvernig bílastæðamál í miðbæ Akureyrar og vil ekki missa þau stæði. Þannig að þetta fólk sem kemur mikið til okkar núna hingað. Og við erum líka að sjá að við erum að fá rosa mikið að nýjum kunnum sem hafa bæði ekki komið á Lemon áður eftir að koma hingað og eins fólk sem að koma í reikningsviðskipti og sem að starfa hérna.
og við fórum náttúrulega og förum á stað með svona, fórum vallega á stað og ætlum okkur vallega á stað með einmitt þessa hádegisopnun okkar, bara 11 til 2 á virkum dögum. En bara til að sjá svona hvernig það þróast, en svo stefnan tekin í vor að þá förum við í sama opnum tíma og niður á Glerárgötu og þá með báða staðina með svona langa opnun. En fyrirtæki það hefur þá svona, vaxið nokkuð hratt. Þetta nú svolítið meira heldur en bara svona 8 til 4 vinna. Já. Hún eiginlega svolítið meira svona 20 tímar á dag. En það bara gaman. Já, og líka það bara meðan við erum líka að halda áfram. Einhvern veginn má ekki bara stoppa og bara venjast einhverju bara þægilegum 8-4 ramma. Ég held að við verðum einhvern veginn, það alltaf eitthvað nýtt í gangi og okkur langar að fara að byrja með heimkeyrslu og bjóða upp á það á kvöldin bara til einstaklinga. Maður þarf að vera með eitthvað svona alltaf eitthvað nýtt, eitthvað í gangi. Það svona starfsmaður fjöldin, hann hefur aukist væntanlega. Já, við byrjuðum held ég 7 frekar en 9. Já. Við erum komin það 20 manns núna og þurfum sennilega að bæta eitthvað aðeins við, svona eftir hvernig þetta fer. Þannig að það er langt umfram allar væntingar. En hvernig það hjá ykkur svona, þið sammála hvaða samloka best? Nei, það erum við ekki. Það er mjög auðvelt svara því. Nei, en við erum nú nokkuð sammála með þetta flesta held ég. Það gengur nákvæmlega. Já, við vinnum þetta náttúrulega svakalega mikið saman. Hún sér allt bókhald og ég með reksturinn, daglega rekstur. Þannig að við erum mjög involveruð í allt allar okkar starfsemi og mjög góða yfirsýn. En það teljum við líka vera ótrúlega mikinn kost að geta verið, þetta væri alltaf erfitt ef ég væri bara í einhver allt öðru. Þá einhvern veginn held ég að það væri erfitt að vera í svona rekstri. Þá væri heimilislífið ekki skemmtilegt held ég. En þið eru í þess að líf og sól. Já. Já, þetta kemur, ég ætlaði mér ekkert að vera svona mikinn í þessu. Ég ætlaði bara að vera í minni vinnu og þetta átti að vera mitt í upphafi, Ég ætlaði bara að vera með bókhaldi svona til hliðar, en svo bara þetta náttúrulega bara meira en við héldum og svo þetta náttúrulega bara miklu skemmtilega en ég hélt allavega. Það var ekki það sem ég ætlaði að gera. Já, við erum svona daglega í miklu samskiptu við fólk sem kemur hérna inn og ég hef alltaf verið svona frekar lokaður svona ekkert, hvað ég segja, veist. Ekkert framsækin? Nei, ég er ekkert að tala við fólk að fyrra bara, en það er algjörlega búið að breytast í dag.